daginn kæru Blikar, Andri Jómann heiti ég og hluti af meistaraflokki karla núna á komandi leiktíð og hef verið það reyndar undanfarnar nokkrar leiktíðir. En ég ætla að leyfa ykkur aðeins að svona skyggnast inn í hefðbundinn dag hjá mér þessa dagana, samhliða þessari leikmannakynningu. Þeir eru kannski ekkert, sé nú bara heiðra með það, kannski ekkert alltof spennandi, en ég átti nú að vera staðsettur núna aðeins nær miðbaug í Ítalíu, stundan á. Góðan daginn, Blikar, nær fjær. Höskuldur Gunnarsson heiti ég, leikmaður hjá meistaraflokki Breiðablik. Ég ætla aðeins að gefa ykkur svona innsýn í daglegt líf kannski hjá mér og hvað ég hef gaman að gera og mér datt í huga að kynna ykkur fyrir miklum gleðigjafa í mínu lífi sem heitir Kútur. Ja, þá erum við mætt. Kíkjum hvort að kallinn sé ekki örugglega heima. Kemur kallinn Kútukall. Hæ. Hann verður alltaf yfirspenntur þegar hann er kominn niður í fjöruna. Kútur, ég ætla að fara að kasta. Sjáumst á vellinum í sumar. Eins og það, Kópavogsvelli var lokað fyrir okkur. Einhver skrifstofamaður í Kópavogsbæ ákvað það að verið gáfulegra að hafa hann lokað eins og allir aðrir vellir í Kópavogi opnir. En átti að vera lokað samt sem áður skilst mér. En þá þurfti leikmenn að vera að æfa hér og þar og við vorum ósátt í það að við fengum engan stuðning að því leyti til að Kópavogsbæjar leyfði okkur ekkert að nota hana völl bara þannig að það yrðu bara 2-3 að hlaupa hérna í einu og eitthvað svolítið við getum bara haldið utan allt þetta en það er frekar að það væri á hinu völlunum þar sem voru yfirleitt 100-200 krakkar að leika sér í fótbolta og svo voru leikmenn þurftu að vera að hlaupa á einhverju malbiki og einhver fari í gamla góða himnastigann og eitthvað svona sem að sumt af þess að hafði neikvæð áhrif fyrir leikmennina. Við fengum 2 leikmenn illa meidda úr þessu æfingabanni sem að setti strik í reikningur því að þær voru frá alveg fram í bara 3, 4, 5 fyrstu leikina. Tekjufallið hefur náttúrulega verið töluvert hjá ykkur líka eins og hafið þið eitthvað getað ráðist í einhverja sjóði hjá KSÍ eða dómara eða? Nei, það er ekki verið komin eitt inn á það ennþá sko. Þannig að þetta er bara, það tekjufall eins og þú segir og náttúrulega færri leiki dæmdir og þar af leiðandi bara minni tekjur, það er helst í hendur. Svona í fyrstu bylgjunni, það myndi stoppa allt. Sko maður svona bjóst alveg við því svona að leið á, maður náttúrulega vissi ekkert frekar en nokkur annar beða í hvað stendi. En maður var svona að vona bara í lengstu lög að þetta myndi ganga en eins og maður var alveg í óvissu með það alveg hvernig þetta myndi þróast sko. Við vorum alveg með, það var plan C. Já, það var, við gerðum okkur alveg grein fyrir að það myndi geta gerst sko. En fyrir Breiðablik þá er þetta náttúrulega gríðarlega stór tekjulind, bæði fyrir unglingastarfið og ekki síst fyrir meistaraflokkana. Þeir fá vænan skerf. Þar sem meistaraflokkur kvenna fær vænan skerf af þessu móti og það er bara, við leggjum bara ýmislegt á okkur til þess að láta það ganga upp. Við, Aron, styrktarþjálfarinn okkar, snillingurinn, hann
sá bara að halda þeim í formi. Við svona spjöllum saman að hversu mikið vildum við æfa og hversu svona, við svona Aron vorum aðeins í sambandi, en Aron náttúrulega stýrði þessu sjálfur sér sko, þó ég hef alltaf verið eitthvað svona inn í einhver hlutunum hana. Þá stýrði hann því og gerði það náttúrulega bara frábærlega og sýndur hversu fær hann er. Já, við náttúrulega höfum alltaf reglulega yfir tímabilið, undirbúningstímabilið fram að pásu og vissum að menn væru í mjög góðu formi. Þannig að það var bara farið, við settumst bara niður með Aroni styrktarþjálfara og útbyggjum plan fyrir þá sem menn fóru svo eftir og gerðu held ég virkilega vel og samviskusamlega en það skiluðu menn sér í mjög góðu formi tilbaka þegar við fórum að staða aftur. Þannig að já, bara allt hrósti þeirra vegna þess að þeir héldu sér virkilega vel við. Hvernig svona stórborgin að trýta þig núna? Stórborgin æðisleg. Já. Mitt annað heimili. Já. Ekkert svona eitthvað vandræðagangur á ykkur hérna? Nei, það erfitt að komast í gegnum traffíkinu og svona. Það sleppur bara. Já. En hvernig langaði ekkert að fara að koma heim? Það fá að vera aðeins lengur. Bíða aðeins lengur. Ég kem kannski næsta ári. Já, Einur. Ekki máli, sjáumst bara síðar. Við verðum að heilsa. Sjáumst í jólunum. Gerðu það vel. Og hér þrautandi leikskoka. Breiðablik að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Nei, ég held ekki. Það voru allir undir sama þannig að það var ekkert ójafnvægi þar á milli. Það voru allir búin að fá að æfa jafn langa tíma, allir búin að vera jafn lengi í þessu ferli, þannig að það var ekkert, þurftum ekkert mikið lengri tíma sko. Það leiða 5 skiptinga, þannig að það var hægt að gera hluti og þú vildi það. Bjarna nær að flikkurum á Hellund og boltinn inn í tegin hérna og þetta mark hjá Valsmönnum og Anton sendir hérna út á Gísli kemur hann hérna skemmtilega út á hægri þar sem er Viktor Karl. Viktor leitar inn í tegin og sendir hann þrumarunni fyrir Höskuldur Gunnlaugsson, leggur hann á tóman sem að skora glæsilegt mark. Þetta eru sóknirnar sem Óskar er að leitast eftir. Heldur betur og þetta kemur allt saman úr uppspili andalega frá markmanni. Og baráttan hérna Brynjólfur Viljámsson hérna í baráttunni vinnur boltan og kemur honum, reynir
Tómas Mikkelsen að ná honum hérna. Það er víti. Brotið á Tómasi Mikkelsen, klaufalega gert hjá. Hann klúður ekki við. Og Róbert Orri hittir ekki þennan. Róbert Orri ekki virkað Víti. á... og Patrik setur þetta í sama horn og Tómas innumegin og... Fínt tímabil. Heyrðu, engin rángstaða hér. Aron Bjarnason kominn hér. Einn á móti markmanni. Þröngstaða. Patrik Pedersen klárar þetta í fjárhóttið 3-2. Já, hann Damir. Hvað með gerir vel? Já. Fullt af flottum hlutum á móti Val, blúsandi sóknarleikur, það er eitthvað sem þú vilt að liði spili? Já, við svo sem höfum kannski einhver leiti gefið okkur út fyrir það að vilja spila sóknarleik og kannski bara svo flestunum liðan. En svo var það auðvitað þannig að það var ímest þess að við gátum bætt í varnarleiknum og svona stefnum kannski að því að reyna að bæta einhverju við það, fá okkur farið mörg. Hvort að Gísli hafi farið þá í stöðuna Brynjóls úr síðasta leik. Guðjón Pétur Blikarinn búinn að vera með boltann meira og minna síðan leikurinn byrjaði. Höskuldur hérna, Gíra Árásson Birkir var sendur inn í teiginn. Gísli og þetta er mark! Og það er Brynjólfur Vilhelmsson sem skorar. Nei, það er alltaf pínu spes. Leifur alltaf, Leifur á orðinu barnum. Leifur bara mjög toppnaður sko, nefndi ekki að standa því. En Hákongar búinn að jafna leikinn. Þetta var óvænt komið upp úr nánast engu þarna. Það var þetta Hafíð Ingvarsson. Tjekkar inn, kemur hann þessu fyrir núna, langar að fara aftur á vinstri. Já, gerir það, nær hann þessu inn fyrir. Já, og Guðjón Pétur hlýtur að skora, já. Þetta var, klaufalega gert þarna hjá Arnar í markinu, þetta var laust. En Guðjón setur hann. Já, en ég svo sem, fyrir okkur er þetta einhvern veginn bara eitthvað sem að, hvorki merkilegur og ómerkilegur en annað. Við metum þetta svo að þetta sé ekki áhættu fyrir okkur því að þarna stjórnum við ferðinni. Við erum með boltan og vitum svona nokkurn veginn hvað við ætlum að gera. Ólíkt því sem að við spörkum honum fram, að þá einhvern veginn eru kannski meiri líkur að við séum ekki í jafnvægi og séum langt frá boltanum. Þannig að fyrir okkur er þetta myndum við ekki vilja gera þetta neitt annan átt en vissulega lítur þetta stundum út eins og menn sé á tæpasta vaði. Ég skal vera fyrstum að til að viðurkenna það. En það er ekki svo? Jú, þetta er það stundum þannig Arnar. Það er bara þannig en líf án þess að fara út fyrir þægindaramman er ekki þess virði að lifa því. Sló í gegn eins og karate Rúla tjúft, ég tek alla með Bærinn og ég, það er sama sem Og ég man ekki hvernig það tapa er Ég er með keðjundu treyjunni Og með pening í teyjunni Fyrir liðið mitt Ég er Bærinn, ég er Breiðablik Medalíur á mér svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Ertu inni eða úti? Eruð inni eða úti? Vertu inni eða úti? Ég fer hart, bara hart fyrir klúbun Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Fullt að gera eitt fyrir klúbun Með byggar á hillunni Með teimun í fífunni Rúla djúpt með elítunni Nýjum skóm ég að fíla mig Þetta eru gildin, fjölskyldan fyrr Allt fyrir sigurinn, alltaf á lið Einn fyrir alla og allir fá sitt Allt fyrir teimið og teimið er bliks Breiða, blik, breiða Blik, vinningsafi fyrsta sæti sigur mig að ég Breiða, blik Medalíur á mér svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Ertu inni eða úti? Eruð inni eða úti? Vertu inni eða úti? Ég fer hart, bara hart fyrir klúbun Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Fullt að gera eitt fyrir klúbun
gera eitt fyrir klubbin. Ég Breiðablik. Ég Breiðablik, Breiðablik, blik, 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 Breiðablik, blik, 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 Breiðablik, blik, blik, blik. Ég bærinn, ég Breiðablik. Veggja heimilisins, en hér hotspinnan inn á teiginn og það færi og það mark strax. Það 1:47, þá Berglind Björg búin að setja fyrsta markið. Við getum sagt að markaskorararnir frá því í fyrra, Berglind Björg, Elín Metta, þær koma sér á blað snemma þetta mót. Frábær fyrsta frammistaða hjá Sendís. Ertu ekki ánægð með fyrsta leikinn? Jú, mjög ánægð. Ég er mjög ánægð með hvernig þetta spilaði hjá okkur og þolinmóðar og skorum 3 mörk sem frábært. Ég er bara spennandi að vera komin í stórlið eins og Breiðablik. Jú, ég er mjög ánægð með þetta að hafa komið hingað og valið rétt lið. Stelpurnar bara mjög góð við mig og tóku mér mjög vel. Algjörlega, þú ert að spila náttúrulega með einum besta framherja í deildinni, Berglindi Björgu. Ertu ekki búin að læra hellinga henni í vetur? Jú, og líka bara frábær karakter, mjög skemmtileg og hún tók mér líka bara mjög vel og ég held ég muni læra mjög mikið af henni. Hver þín persónulega markmið í deildinni í sumar? Bara að fá sem flestu mínútur. Það samkeppni í liðinu og það bara gott fyrir mig. Og ég ætla bara að reyna að fá að spila sem mest og standa mig bara vel. Ánægður, sáttur bara og sáttur við leikliðsins flestu leyti. Sköpum okkur mikið af færum og smá svona skrekkur ykkur í byrjun sem alltaf í fyrsta leik og það kom ekkert óvart. Eftir svona 20 mínútur þá fannst mér þetta bara að byrja að rúlla ágætlega. Skotaðing á mánudaginn, svo leggur upp með að klára færin? Sko, ég held að leikmenn hafi verið búin að skóta einhver 1.000.000 skot í leið við byrjum í æfið hópunum. Það var náttúrulega endalaust að skota einhver alls konar svoleiðis æfingar, þannig að þær hafa greinilega bara ekki verið nógu góðar. Hvað tekur út úr þessu fyrsta leik, svona, bara út frá spilamennsku, þannig? Bara margt jákvætt. Það var ágætisflæði hjá okkur, við vorum að skapa töluvert mikið af færum. En auðvitað náttúrulega færinýtingin ekki góð, en það sama, meðan þú skapaði færið þá áttu möguleika að skora og það var jákvætt og það er bara jákvætt að fara í gegnum fyrsta leik, vinnan, fá ekki á sig mark og það snýst alltaf bara um það að safna stigum og fyrsti leikur alltaf erfiður, það alltaf auka stress og svona og kannski ekstra núna þegar ennþá tímabilið náttúrulega búin mjög langt, þannig að ég held ég bara þetta 3 stig og bara fyrst sáttur á kottana í kvöld með 3 stig og 3-0 sigur. Við ætlum bara að vera að berjast titilinn, það ekkert flókið, stefnan náttúrulega bara vinnan, en við gerum okkur alveg grein fyrir því að það erfitt, við þurfum að hafa virkilega fyrir því og við þurfum að hafa gott sumar og ef við náum stemmingu í öllum leikjum og mætum með réttu hugafæri þá hefur við alveg möguleika að vinna, en þetta bara að byrja og við bara hristum út úr ykkur á morgun og svo bara næsti leikur á 5. og svo bara áfram gakk. Þetta hljóta að vera einhverja tilfinningar í þessu fyrir þig, Óskar. Þetta sérstakt gegn liði sem þú ert búin að vera að búa til síðustu 2 ár að þjálfa. Allt strákar sem þú þekkir. Ekki reyna að ljúga mér að það sé ekki smá tilfinningar þarna. Nei, jú, auðvitað það. Þetta alls ekki auðvelt og mér þykir ábúðslega vænt þessa drengi sem að spila í Gróttuliðinu og mjög glaður fyrir þeirra hönd að þeir skuli fá tækifæri til að spila á stóra sviðinu, svo sannlega búin að vinna inn fyrir því. Og þannig mætum við þeim líka í þessum leik. Við berum virðingu fyrir þeim, berum virðingu fyrir því sem þeir hafa áorkað. Við vitum að þetta öflugt lið. En jú, þetta eru tilfinningar. Það verður að leggja það til hliðar í 90 mínútur og svo heldum við áfram. Þetta ekki leikur sem þið eigið að vinna hér á heimavelli? Það alltaf hættulegt að nota orðið við eigum að vinna. Ég held að ef við erum besta útgáðan á sjálfum okkur þá eigum við mjög góða möguleika á að vinna þennan leik og auðvitað það þannig að við viljum vinna heimaleiki, við viljum vinna leiki og ég ætla svo sem ekkert að segja það, auðvitað mikilvægt að byrja mótið vel, það alveg ljóst, þannig að stuttasvarið við ætlum okkur 3 stig. Sjáum á 3 mínútum bætt við, hér Kristinn Steindórsson, Kitty Steindórs hérna að dansa á tegnum, Kristinn Steindórsson sem skoraði ekkert á síðustu leiktíð og ég held ekkert leiktíðina þar á undan, hann stimpla sig inn hér í Kópavoginum. Þér lítur að líða nokkuð svona, þungu fargi létt að þér eftir að koma boltanum í neti í dag? Já, sjálfsög. Hvernig svona
fannst þér leikurinn þróast fyrir ykkur í Blikaliðinu segja? Kannski eins og við byggumst við. Þeir myndi sitja aðeins tilbaka og reyna kannski að beita skyndisóknum og reyna að vera sterkir í fyrstu leikadrunum. Og ég held við bara díla ágætlega við það. Kannski svona vantaði að koma inn kannski öðru markinu aðeins fyrir svona til að við myndum slaka aðeins á. En annars var þetta aldrei hættið þannig. Men þið fengu urmul af færum og Óskar var ennþá gargandi menn áfram alveg upp á þetta tíma. Þannig að svona bjartir tíma framöndan í Kópavoginum kannski? Já, vonandi. Alltaf gott að byrja á sigri og svona, þú veist, alltaf fiðringu fyrir fyrsta leik og auðvitað mistiða sig. Sérstaklega að spila mútið nýliðum og þeir vilja sanna sig og allt það, sko. Þannig að fyrsti leikur 3 stig, það gerist ekki betur en það, þannig að við ætlum að halda áfram bara. Svona varðandi umræðan í kringum ykkar lið og hvernig þið viljið spila, heldur að lið muni mikið setið tilbaka og þið gætuð þurft svona að brjóta einhverja veggi í sumar? Já, ég held að mig alveg búist í því, eins og við sáum í dag, en svo voru líka alveg lið sem að eiga eftir að reyna að pressa okkur og annað slíkt, þannig að við þurfum að vera tilbúinir bara í allt. Þú sýnir það og svona fleiri sem kom inn á bekknum að þið eru með breiðan hóp og þið getið í rauninni breytt leikjum bara með góðum skiptingum? Já, við erum með góðan bekk, saman hverju það eru sem eru þar. Og getum alltaf stilt upp, þú veist, góðu byrjanliði þó þurfum að gera einhverjar breytingar svona frá milli leikja. Og ég held að eins og mótið mun spilast í sumar það verður þétt, þannig að þá þurfum við öllum að halda og ég held að allir séu klárir í bátana. Og svo rétt að lokum, þú er líklega þekkt Andra Bjóman lengi, hefur eitthvað séð hann fyrir þér sem hægri bakvörð? Nei, ég er nú ekkert eitthvað pælt í því þegar ég líka kottan á kvöldið, sko. En hann er svona gæði sem getur leyst alla stöður og gera það vel, þannig að kemur ekkert óvart. Kemur hotspinnan og kemur mjög innanlega! Damir Múminović! Þetta mark eins og mun standa! Damir að skora hér eftir hotspinnum! Fær boltan á fjær og stangar hann í neti fram hjá Aroni Snæ. Enn og aftur eru Fylkismenn að fá þessi mark seint í leikjum. Damir Múminović kemur Breiðabliki í forystu hér á Vúrþvellinum. Verðskuldað að mínu mati. Frábær skalli, sjáum hérna lúrir á fjallstönginni. Damir, sjáum hérna Rikki sér tilbaka og skallin af það stuttu færa Aron Snær á ekki möguleika í að verja þetta. Fylkir 0, Breiðablik 1. Andrea kemur heim. Andrea, segðu mér hvað gerist? Kem hana heim með algjörum hvellingi í settir. En já, ég kem heim 17. júní. Já. Og fer í skimun. Og það er svona Selfossleikur þarna deginum eftir, eða ekki? Já. Og fer í skimun og er bara búin að bíða allan daginn eftir ég kem heim. Allan daginn eftir og bara Selfossleikurinn er að fara að skella á og ég missa rútunni en ég er ennþá að bíða eftir niðurstöðum. Þannig ég er farin að bara hafa gríðarlega áhyggjur og ekkert símtal ennþá og þannig ég bara hef samband og fæ sem sagt neikvætt og bruna það bara af stað, heldur við peppu í leik og hitta stelpurnar. Þannig að já, ég mæti á svæðið og svo bara vinnum við þann leik og allt er komið það. Svo bara nokkrum dögum seinna þá fæ ég bara símtal frá vinkonu minni eftir KR-leikinn að hún hefði sem sagt greinst jákvæð og þá fór ég ekkert að hugsa já frábært eitthvað. Hún skuttlaði mér náttúrulega á flugvöllinn að einhvern veginn þurfti ég að komast heim og þá var ég bara, ég verði að fara í annan test. Það hvarflaði ekki að mér að gera það ekki. Þannig, þrátt fyrir að búin að fá neikvætt. Þannig, fæ svo bara símtal þarna 20 dögum seinna. Já. Var þetta mikið áfall fyrir þig? Þetta var gríðarlegt áfall. Ég hefði aldrei haldið að eitt svona símtal myndi hafa svo mikil áhrif á mig. Þannig. Varstu þá bara sett strax í einangrun eða? Já, ég náttúrulega var bara í einangrun þannig séð eftir ég fer í testið
og bara eftir að hún lætur mig vita þá bara fer ég strax í einangrun og er bara með almennilegt service frá maður minni, mat og allt í hluti. Nafnabirtingar. Það gerist þarna að fótbolti.net þeir birta nafnið þitt. Já. Það er náttúrulega ekki venjan í svona dæmi. Nei, maður hefði ekki haldið það sem þetta er sjúkdómur. Já. Þannig að ég fara nánar út í þetta en já, ég hélt að símtalið við hjúkkuna að smitið, að ég væri með jákvætt hefði verið áfall. En eftir að hitt gerist að þá einhvern veginn þetta var galið, sko. Það er ennþá meira áfall. Já. Þannig það var svona áfall ofan áfall. Já. Ég get ekki eins og lýst þessari tilfinningu. Nei. Eru þeir búin að biðjast afsökunar á þessu hjá fótbolta.net? Nei, það er engin afsökun komin ennþá. Þetta var líka, þetta komið í fjölmiðla sko líka áður en við fengum að vita þessu. Já, þess vegna voru ég stresskast þarna, ég geti rétt ímyndið mig heima allt í henni bara einhverju. Já, ég var einhverju fjölskylduhátíð þarna eitthvað svona Orkuveitinu og það kemur eitthvað með síman bara Sanni, ertu ekki verið sóttkví? Ég lendi myndið þið sama. Og ég hleyp út í bíl eitthvað, ég bara, heyrðu, ég leti mig hverfa, svo ringi síminn, ég eitthvað, halló, þá var þetta MBL bara, Sanni, hvað er í gangi ykkur í Breiðablik? Ég bara, ha? Einmitt. Og ég vissi ekkert hvað var í gangi, sko, þetta var svo galið. Ég var náttúrulega bara eitthvað í notes, bara hvað ég, bara hringdi í Fjöllu, bara hvað ég skrifa. Hún var bara, hættu, ég skal skrifa þetta fyrir þig. Ég var bara, takk. Þetta er rosalegt, já. Það er líka svo óþægilegt svona, en þú veist, fjölmiðlar eru bara ógeðslega fljótir að pikka eitthvað upp. Man tekur bara eftir. Já, líka þannig, þú veist, eins og þessi ástand, þú veist, hugsa þér ekkert. Nei, einmitt. Þú settir bara mynd, fullt nafn og þá náttúrulega hini grípa strax, þú veist, vísir MBL, allt, þú veist. Líka því, þú veist, það er svolítið annað einhvern veginn, þú veist, alveg sem við talaðum, þú veist, fótboltasamfélagið, það er, ég veit ekki hvað margir sem er því og það hefðu, þú veist, allir vita ef það fyrir þetta er inn á fótboltasamfélagsins, en ekki, þú veist, svo þurfti ekkert Jón og Gunni út í bæ, sko, þurfti ekkert að vita. Ekki alveg alþjóð, sko. Það er ekki alveg þetta að blanda enn í þetta, sko. En mér spurt, hvaðan fá þeir þetta? Hvernig berst þetta? Já, maður var að spyrja sig svo mikið spurningum á þessum tíma, sko. Bara fólk tala við fólk og... Það er rosalega fljótt að fréttast. Ég get ekki, ég reyndi að setja saman 1+1 sko, en það var komið við Þróttaður undan að ég var fann að segja þeim og... Þannig að það er þannig að kemur ekkert á óvart að heyra það að knattspyrnukonur hafi verið tilbúin að leggja svona hluti á sig. En ég veit að mjög stór hluti líka karlana gerði þetta. Þú veist, menn voru mjög annt það að geta æft og geta spilað og menn höfðu 99% mikið skilning á þessu og gerðu allt sem þeir gátu til þess að verða ekki fyrir smiti og bera ekki smitin í leikmannahópinn. En það sjáum við það bara að við erum ekki með smit milli leikmanna í sumar í knattspyrnu. En auðvitað erum við með smit til einstaklinga í þessum hópum alveg þó nokkuð slatta, en það er þá yfirleitt allt sem við gátum rakið minnst ástu kemur einhverju þar sem menn eru utan hópsins í sjálfu sér. En auðvitað var nokkuð dæmi þessi að heilu liðin lendi að fara í sótkví í sumar eins og þið þekkið alveg ágætlega. En það voru allir að gera sitt besta og lögðu mikið á sig til þess að láta þetta ganga. Það kom ekki margir svoleiðis sénsar. Kristinn Steindórsson og þá hvað með síðan með frábæra sendingu, þvílík sending, já hvað með hví þetta markmann stand. Geggjuð fyrirgjöf og sjáuði strákinn mætir á fjær eins og alvörum sender, Sæmir stangana þar.
og aldrei möguleiki fyrir hér eru þeir að jafna metin, Keflvíkingar eru búin að jafna hér á flottan vinstrifótis Rúnar með sendinguna eru komnir yfir Keflavík komið yfir Gísli tekur hérna með sér inn á teiginn Gísli Eyjólfsson Gísli út í teiginn og þetta er Kristinn Steindórsson hann jafnar metin hér eins og staðan núna þá er á leiðin í framlengingu Viktor Karl og þá Kvame er þetta ekki Kloppi inn á teiginn Gísli út í teiginn Kristinn Steindórsson hann er algjörlega óstöðvandi Kristinn Steindórsson það heitir undir ekki Kloppi en þetta gerir Kvame frábærlega Gísli leggur hann Kristinn Steindórsson annar mark hans í leiknum og ef Óskar var með hausverk í sambandi við miðsvæði hjá sér fyrir leik þá verður sá hausverkur enn þyngri Óskar, þetta var orsótin væntanlega gríðarlega sætt. Já, þetta var mjög sætt. Ég skal ekki neita því. Hvað gerist til í seinni hálfleik? Svona miklu betri í fyrri hálfleik en síðan missið eitthvað svona tökin aðeins. Já, það er erfitt að segja hvað gerist. Ég veit ekki, kannski grípur sig einhvers konar svona tilfinningum að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum. Það er eins og menn voru rækilega myndir á það að þannig virkar bara ekki fótboltinn og þú farið ekkert fyrir það hvað þú gerir 3 mínútum áður. Það þarf að vera kveikt á mönnum alla tíman, alla 90 mínúturnar og ég held að þessi kafli í seinni hálfleik sem var mjög slappur hjá okkur, hann sé bara holl áminning það að það geta allir verið góðir ef að hitt lið ekki að leggja sig fram. Hvað var til þess að þið náðu síðan að snúa þessu við? Ég veit ekki, alltaf ekki bara verið, þú veist menn fóru að hlaupa meira og menn fóru að gera þetta aðeins meiri krafti og þá einhvern veginn kannski skína gæðin í gegn. Það eru þetta fullt af góðum fótboltamönnum í Blikaliðinu og það ætlaði ekki verið það bara. Þú veist, einhvern veginn menn ákvaða að bretta upp ermandan og fara að keyra á stað. Það var gríðarlega mikið fyrir þessu. Já, óþarlega mikið. Svona með hvernig fyrri hálfleikurinn var. Það fannst mér að hafa öll völd á vellinum og við raunum bara svona fagmannlega að spila hjá okkur. Og svo eru miðbygg seinni hálfleiks, það eru kærulausir og leiðum að skora 2 mörk og svo þurftum við að grafa djúpt en við gerðum það og sýndum bara mjög öflugan karakter og vilja að koma tilbaka. Fór eitthvað ykkur í stöðunni 2-1? Nei, ég veit það nú ekki, það var meira svona held ég pirringu bara að hafa sleppt þessu í alvöru leik. Og ég held að, þú veist, með þá leikmenn sem við höfum í okkar hóp og þá höfum við alltaf trúað á þessu en þetta var óþarlega tæpt. Hversu sætt er þetta fyrir þig? 3 leikir, komið 3 mörk, komin aftur í grænabúningin og byrjar að skora aftur? Já, 2 leikir kom nú ekki inn á síðast en bara mjög gaman. Líður vel í grænu og mikilvægast að við unnum í dag og getum við farið að einbeita okkur á deildina aftur. Númer 9. Gísli Eyjólfsson. Já, Gísli, 3-1 sigurinn á heimavelli kvöld. Hvernig varstu ánægður með spilamennskuna ykkur í kvöld?
Já, virkilega sáttur með spilamennskunni á okkur. Við hleyptum aðeins mikið inn í leikinn á köflum en þetta hafði svo í endan. Þú sjálfur byrjaði þetta mót vel og kóraði það með markiðinni í lokin. Þú ánægði með sjálfan því það sem að vera tímabili? Já, ég held að sást heldur vel í þessu fagni að þetta var mjög kærkomið. Þannig það er alltaf gaman að skora hérna á Kópavogsvelli. Þannig, já, bara virkilega sáttur. Hvernig var tilfinningin þegar að Fjölnir minnkaði muninn? Hafðirðu áhyggjur af þessu þá? Nei, ég hafði ekki áhyggjur þannig séð að ég var alveg hreinskilinn. Þannig við komum tilbaka mútið Keflavík og komum tilbaka núna. Þannig það er bara sterk liðsheild og mikill vilji í þessu liði. Þannig við, ég veit það ekki, okkur gengur vel. Það eru 10 gul spjöld í þessum leik og 3 víti en virtist ekki vera sérlega grófu leikur. Hvernig var sér línan í leiknum? Ég veit ekki, ég pældi ekkert mikið í það. Það var svolítið sparkað með niður en það er svo sem bara partur af þessu. Ég sá ekki þessi víti. Mér finnst þið flest öll frekar soft. En bara svona þetta, ég veit það ekki. Dómarinn dæmir bara og mér er svo sem slett sama ef við sigurum þetta. Það eru komið 9 stig eftir fyrstu 3 leikinn og áfram í bikarnum. Þetta er rétt að byrja en þetta lítur að vera óska byrjun. Já, það er virkilega góð byrjun og við erum á bara fínu róli hérna og það er bara að halda þessu áfram. Mér fannst hún bara allt í lagi. Við svo sem hafði ekki mikið smekk fyrir byrjunni hjá okkur hvorki í fyrri hálfleik en seinni hálfleik en svona heilt yfir þá fannst mér það töluvert betri aðilinn. Ég hefði viljað sjá okkur vera svona aðeins grimmari fyrir fram á markið og klára færin. Hvernig leiði þegar þeir minnka muninn í 2-1? Mér leiði svo sem bara ágætlega. Það er auðvitað, maður kannski, hafði smá ágjör af því að augnablikið væri með þeim á þeim tímapunkti í leiknum en svona, það fór engin sérstök ónóða tilfinning um mig. Dómarinn dæmið 3 vítaspyrnur í kvöld, ég held að 10-11 gulspjöld, það var kannski ekki grófi leikur. Hvernig fannst það dæmdur? Nei, bara, þú verður bara að spyrja eftirlitsmann að því, ég hef enga skoðun á því. Já, það var mjög notaleg tilfinning og það er auðvitað bara líka, hann átti það svo reynilega skilið. Hann er búinn að vera frábær í fyrstu leikjunum, hefur ekki náð að skora. Þetta er núna og þannig að þetta var fullkomin endir á kvöldinu. Já, þetta er svo sem ekki hægt að kvarta og sennilega svona bara eins gott og það getur orðið í þessum fyrstu leikjum en það er ekki góð maður, staðan í deildinni er augnabliksmynd. Eigum við þá ekki að reyna að fá Óskar til að fara bara á móti Kastíl? Ég veit að þú væri klárið það að taka nokkra gólfengi. Þú sért að fara í varskjáfan, þá er samt ofta að koma raun niðurstaða fyrst manni, sko. Næstu 30 manns látnir og fleiri þúsund búin að fara í sóttkví og einangrun, sko. Neikvæðar oft tíðum stuðningsmenn voru